Já, það fínt. Góðan og blessaðan daginn, áhorfendur góðir og áheyrendur. Velkomin í þessa útsendingu Ferðamálastofu og Rannsóknarmiðstöðvar ferðamála. Það sem við ætlum að kynna fyrir ykkur í dag og fjalla er í raun og veru rannsóknarvinna sem hefur átt sér stað síðan síðastlið haust. Ferðamálastofa fór af stað með 3 ný og stór verkefni í rannsóknum á ferðaþjónustu fyrir ári síðan og eitt af þeim var, má segja, í tilefni af þessu mikla heimsfaraldri COVID-19 og gengur út á það að greina og reyna að átta sig á hvernig best að efla seiglu og þrautseigju í ferðaþjónustu gagnvart stórum áföllum eins og COVID. Rannsóknarmiðstöð ferðamála að undangengnu útboði fékk þetta verkefni til vinnslu og í sumar skiluðu þeir til okkar ferðamálastofu áfangaskýrslu, fyrirhlutaskýrslu verkefnið og við ákvaðum að í raun og veru kynna efni hennar og niðurstöður núna með haustinu af því að sumarið var ekki besti tíminn og núna eru komnar til okkar á ferðamálastofu Íris Rund Halldórsdóttir og Anna Guðrún Ragnarsdóttir sem báðar vinna að þessu verkefni á vegum Rannsóknarmiðstöðvar ferðamála og ég ætla bara að gefa þeim orðið. Íris byrjar og þær skiptast sín á milli eftir þörfum og gef þér orðið, Íris, og verið báðar velkomnar. Takk fyrir. Ég segi bara góðan daginn, velkomin á skjánum og þið hér í salnum. Við erum handfylli af fólki í salnum. En Íris heiti ég, Íris heiti ég og er starfsmaður Rannsóknarmiðstöðvar ferðamála og hef umsjón með þessu verkefni. Hér í dag með mér er Anna Guðrún Ragnarsdóttir en hún kom svona að hagræðni greiningu í þessu verkefni. Og svo langar við líka að nefna hana Rósbjörgu Jónsdóttur sem kom að vinnu þessari skýrslu. Svona, en við ætlum aðeins að fjalla fyrst verkefni. Langar að segja ykkur örlítið frá því. En rannsóknin snýr að því að varpa ljósi á hvaða áhrif COVID hefur haft á ferðaþjónustuna. Og jafnframt að reyna að horfa til þeirra þátta sem geta eflt seiglu í ferðaþjónustu hér á landi þegar áföll ríða yfir. Við vonum náttúrulega að það mun ekki koma annað áfall líkt á þetta en við ætlum samt að læra af þessu og vera betri þegar fram líða stundir. Það sem við erum farið yfir í dag svona á hraðferð helstu niðurstöður rannsóknarskýrslu, áfangaskýrslu sem kom út núna í júlí og þar erum við að draga saman bara þau gögn sem voru til staðar, hagstofugögn, skýrslur og fleira til þess að ná fram þeirri þekkingu sem var til staðar í þeim tíma og svo í framhaldinu munum við byggja á þessari skýrslu að því nú eftir að þessi skýrsla kom út höfum við verið að taka viðtöl og fleira til þess að fá svona dýpri skilning og sýn inn í áhrif krísunnar á ferðaþjónustufyrirtæki. Ferðaþjónusta, byrjum fyrst aðeins að skoða stöðuna fyrir 2020. Hvað var í gangi þá? Svona, þetta ennþá kvöld. Jæja, en við hefum séð svipað mynd eins og efri myndin . Þessi mynd segir okkur, bláa línan, hún sýnir okkur fjölgun erlenda ferðamanna frá 2013-2019. En eins og sjáum myndinu þá hefur hún verið gríðarleg. Það var smá samdráttur kringu fjármálahrunið 2008-2010. En ef við horfum til dæmis til ársins 2011, þá kom 500.000 erlendra ferðamanna hingað til lands, en 2018 var fjöldinn 2,3 milljónir, sem gerir, ef ég man rétt, svona 6 ferðamenn á hvern Íslendinga. Ef við skoðum stöplarritina af myndinni, þau segja til hlutfallslega breytingu frá fyrra ári og við sjáum þessa gríðarlega aukningu frá ári til dæmis 2016. Sem hástökkuri þegar aukning á milli ára nam 500.000.
Það kom 2016 kom 500.000 fleiri ferðamenn heldur en ári áður. 2015 voru ferðamenninni 1,3 milljón en 2016 voru 1,8. En eftir þessa miklu aukningu í áratug kom að samdrætti 2019. En þetta var fyrsta skipti samdráttur í komu erlendra ferðamanna og nam hann 14% eða 300.000 færri 2019. Samhliða þessu vexti jókst mikilvægi greinarinnar fyrir íslenska þjóðarhag en neðri myndin sýnir helstu útflutningsgreinar okkar og verðmæti þeirra á árunum 2013-19. Ef við skoðum til dæmis gráu línuna, hún sýnir okkur tekjur af erlendu ferðamönnum en þar sáum við strax að árið 2015 var ferðaþjónustan orðin okkar umfangsmesta og kannski verðmætasta útflutningsgrein og hélt stöðunni sinni til 2019. Samhliða auknum fjölda ferðamanna hérlendis jókst einnig fjöldi fyrirtækja í greininni. Við sjáum það efri myndinni. Frá 2008 til 2019 tvöfaldaðist fjöldi fyrirtækja í greininni. Frá 2100 árið 2008 í 4400 2019. Og maður leikur sér með tölur og deilur sér niður á árafjölda þá getur maður sagt að það væri að meðaltali 279 fyrirtæki í ferðaþjónustu ári. Neðri myndi sýnir staðsetningu þeirra eftir landshlutum árið 2017 og eins og við sjáum þá eru langflest staðsett hér á höfuðborgarsvæðinu 53%. Og auðvitað samhliða þessu öllu jókst fjöldi starfsfólki í ferðaþjónustu. Þegar við skoðum efri myndina og græna línan á efri myndinni, hún sýnir fjölda starfandi í ferðaþjónustu á mánaðarbasis frá janúar 2008 til desember 2012. 2019 segi til desember 2019. Það sést berlega árstíðasveiflan sem hefur verið í ferðaþjónustunni. Það fleira starfsfólk ráði inn á sumrin. Fjöldi þeirra sem störfi í greininu fjölgaði 16.000 á 11 ára tímabili frá 2008 til 2019. Sem þýðir ef við leikum okkur aftur með tölur að það 1500 manns hafi bæst við greinina, starfi greinina ári að meðaltali. En þá gera smá örlítið fyrirvara á þessu tölum að fjöldi starfandi segir raun til ekki fjöldi starfa heldur þannig kannski fólk sem vinnur hlutastarfi stundum tíma, það þá talið með. Þetta ekki per heilstarf. Bláa línan á efri myndinni sýnir hlutfall þeirra sem starfa í ferðaþjónustu á íslensku vinnumarkaði. Og samkvæmt tölum Hagstofunnar var hlutfallið tæpt 14% 2019 miðað við 7% 2008. Og í greiningum OECD hefur komið fram að þetta hlutfall hvað hæst í OECD-ríkjunum hér á landi og jafnvel meira henni því mikla ferðaþjónustu landi, Spáni. Ef við skoðum neðri myndina, þar erum við að skoða breytingar á fjölda starfandi einstaklinga innan megin atvinnugreina á Íslandi á tímabilinu 2008-2019. Og hér sjáum við bersýnilega að fjölgun starfandi mest innan ferðaþjónustu á þessu tímabili. En frá 2008 hefur fjöldi þeirra sem starfa í ferðaþjónustu aukist 121% 2008-2019. Og langt umfram það sem gerist í öðrum atvinnugreinum á sama tíma. Ég sjá á myndinni. Að meðaltali var 12% aukning á fjölda starfandi á vinnumarkaðinum á sama tíma. En það mátti sjá blikur á lofti fyrir 2020. Eins og mátti sjá hér áðan fór að hægja á vexti ferðamanna upp úr 2017 og 2019 sá við fyrsta skiptið færri erlenda ferðamann hér á landi heldur það hefur verið árið áður. Skýringu fyrir þessu samdrætti hefur verið leitað víða í gögnum og skýrslum og mátti sjá þætti eins og gengi, verðlag, fall, vá og fleira ástæða fyrir þessu. Á öðru myndinni má sjá veltu ferðaþjónustunnar samkvæmt virðisaukaskattsskýrslum, það bláa línan
Og þar má sjá að velta í ferðaþjónustu hafi farið vaxandi frá 2016 en dróst saman 10% milli áranna 2018 og 2019. Og þá getur maður fyrir að velta fyrir sér á hverju það hafi verið. Appelsínugula línan sýnir virðisaukaskattsveltu per ferðamann og þar má sjá að veltan dróst verulega saman frá 2016 til 2017 og svo hægist á þessu samdrætti árið 2000 og eftir það og árið 2019 var þá lítilsháttar aukning á veltu per erlendan ferðamann eða 2%. Og það líka mjög áhugavert. Það þessi af hverju velta per ferðamann hefur verið að draga saman og svo líka þessu aukning 2019. En hér skal samt gera aftur smá fyrirvara að þegar við erum að reikna per ferðamann þá tökum við heildarveltu í greininni og deilum það á fjölda erlendra ferðamanna. Við vitum ekki fjölda innlendra ferðamanna. Þannig að auðvitað þeir líka eyða í fyrirtæki ferðaþjónustunnar en þessi útreikning getur samt gefið ákveðna mynd svona til langs tíma þróunina. Þannig að ég segja að hún skiptir máli og gagna sem viðmið til að horfa á breytingu til langs tíma. Neðri myndin sýnir prósentubreytingu í veltu einkenndi greina ferðaþjónustunnar á milli áranna 2017, 18 og 19 og við sjáum á 2017 og 2018 þar var töluverður vöxtur á veltu. Hins vegar var eitthvað að vera 2019 og mikill viðsnúningur, en það ár var samdráttur í veltu í öllum greinum ferðaþjónustunnar. Það ár dróst veltan mest saman í farþegaflugum með flugi og tengdri starfsemi, en það var að ræða 30% samdrátt í veltu. Í öðrum undirgreinum ferðaþjónustunnar nam veltu samdrátturinn svona frá 1–7%. Ef við snúum okkur að hagnaði ferðaþjónustunnar sjáum við á bláu línunni hér á efri myndinni að í kjölfar efnahagshrunsins eða frá 2010 til 2012 var samdráttur í greininni en vöxtur þarna frá 2012 til 2016. En eitthvað að gerast 2017 en þá tók hagnaður greinarinnar að lækka og var komin niður í 10 milljarða 2017 og hafði haldist þar til 2019. Og þá spyr sem við aftur, hvað gerist á milli 2016 og 2017? Og á hverju þessi aukning líka 2019? Ef hagnaður per ferðamanni skoðaður, það eru bláu súlurnar á efri myndinni, má sjá að hann hefur lækkað mikið frá 2010. Það sem mér finnst áhugavert hér er að þrátt fyrir metfjölgun ferðamanna í kringum 2016 var samt sem áður hagnaður per ferðamanni minnka. Ég set fyrirvara hér eins áðan að hér ég með heildar hagnagreinirinn að deilt niður í fjölda erlenda ferðamenn. Við vitum ekki fjölda innlendra ferðamanna. Neðri myndi sýnir virðisaukagreinirnar og þar má sjá á bláu línunni að virðisaukagreinirnar óx hratt frá 2010 en frá 2016 hægði á vextinni. Virðisauki á hver erlenda ferðamenn, appelsínugulu súlurnar, hefur lækkað verulega frá ári til árs frá 2010 til 2019 sem áhugavert. Ferðaþjónusta hafði ráðist í miklar fjárfestingar árið fyrir 2020 og samkvæmt greiningu ráðgjafsins KPMG voru til að mynda netto fjárfestingar greinarinnar árið 2019 28 milljarðar króna. Og samhliða aukinni fjárfestingu jökulst skuldir greinarinnar, eðlilega kannski. Frá byrjun 2016 til 2019 jökulst skuldir greinarinnar 83% samkvæmt greiningu ráðgjafsins KPMG. Og jökulst þær innan allra greinar ferðaþjónustunnar. Einnig kom fram í greiningu KPMG að skuldsetning flestra undirgreina ferðaþjónustu höfðu vaxið meira en vöxtur tekna á tímabilinu, sem áhugavert. Langstærstur hluti fjárfestinga ferðaþjónustunnar flokkuð sem vaxtabærandi skuldir og jukust þær 62% frá 2016
og voru orðnar 170 milljarðar króna 2019 og samkvæmt aftur vísað í KPMG af þeim 170 milljörðum eru tæplega 118 milljarðar sem hvíldu aðeins á 736 fyrirtækjum. En þá vísum við í Elspíðu eignarskráningu og ég stal þessu kóti einhvers staðar úr skýrslu sem var að lýsa fyrir árinu 2020 fyrir, svona var árið 2020 fyrir ferðarþjónustunni Mörguleiti. En við byrjum því að draga saman sem ég hef sagt hérna áður. Og af þessu sem farið hefur hér yfir undan mætti álykta sem svo að árið 2019 stendur ferðarþjónustunni í niðursveiflu. Og meðal annars má sjá það að fjöldi ferðamanna dróst saman fyrsta skipti 2019. Starfandi einstaklingum í greininni fækkaði 2019. Töluverður samdráttur hafði verið í veltu og hagnaði innan greinarinnar. Skuldsetning greinarinnar hafði nær tvöfaldast á 4 ára tímabili og virðisauki og hagnaður á hvern ferðmann hefur raun verið að draga saman ára hverju. Af hverju, spyrir maður sig. Því ljóst að ferðarþjónustan var í rekstrarlega erfiðri stöðu og því mögulega í verð stakk búin til að takast á við það ástand og þann mikla samdrátt sem var í eftirspurn í kjölfar COVID-19. En hvað gerir svo 2020? Við kannski þekkjum öll þessa sögu, hún er okkur nálagt í framtíðina, þurfum ekki að hugsa langt tilbaka. En fréttir að heimsfaraldurinn fór að breiðast út seint í janúar 2020 og fyrsta COVID-sýking hérlendis greindist 28. febrúar. Á efri myndinni má sjá fjölda erlendra farþega í gegnum Keflavíkurflugvöll. 2018 er blá lína, 2019 appelsínugul og 2020 er gráa lína. Og við sjáum á grálínunni að fyrstu 2 mánuði ársins 2020 voru í samræmið fyrri ár og spár höfðu gert ráð fyrir. En það átti heldur betur eftir að breytast eins og við þekkjum. Heildarfjöldi erlendra komufarþega Keflavíkurflugvöll árið 2020 var rétt undir 500.000 en þeim voru rétt tæpar 2 milljónir árið áður. Þannig að samdrátturinn var nokkur. En fyrstu 3 mánuði ársins komu 70% þeirra ferðamanna sem komu allt árið 2020. 333.000 komu í janúar til mars af þeim 500.000 sem komu allt árið. Samtals var 76% samdráttur í komu erlendra ríkisborgara í gegnum Keflavíkurflugvöll árið 2020. Okkar helstu viðskiptavinir, Bandaríkjamenn og Bretar, sáust ekki frá apríl og út árið, eða í litlu mæli, mjög litlu mæli. Danir og Þjóðverjar voru áberandi yfir sumarmánuðina 2020 ásamt Ítölum og Frökkum. Mikil fækkun varð í fjölda flugsæta til landsins, eðli málsins samkvæmt. Alls fækkaði flugsætum tæp 77% á milli áranum 2019 og 2020 eða úr 8,6 milljónum flugsæta 2019 í 2 milljónir árið 2020. Helmingur þessara flugsæta er Icelandair, 200.000 var Wizz Air og resti skiptist á milli 17 flugfélaga segja. Gríðarleg fækkun var í komum skemmtiferðaskipa til landsins árið 2020 en var að ræða samdrátt upp á 95% frá árinu 2019. Og við sjáum hérna bláu neðri myndina að dökkblá lína síðan fjölda skipa, það komu 4 skip til landsins. En þau fóru hringið þannig þau komu oft, þannig að alls voru skipakomunar 42 2020 með 866 2019. Ef við sjáum myndina hér, súlurritin hérna til vinstri, sem sýnir okkur fjölda gistinátta 2018, 19 og 20. Og þar sjáum við að árið 2020 var samdráttur í gistináttum erlendra ferðamanna 75%. Eða frá 7,3 milljónum gistinátta 2019 í 1,8. En hér er ég bara að tala gistinætur erlendra ríkisborgara af því að gistináttum Íslendinga fjölgaði í fyrra.
Árið 2020 nam aukning gistinótta Íslendinga 34% og var aukningin 378.000 gistinætur. Bara í júli, þá var aukningin meir en 100%, 121% á fjölda gistinætta. Og þrátt fyrir smæð innanlandsmarkaðar litu mörg ferðaþjónustufyrirtæki á hann sem tækifæri í því árferði sem var 2020. Og aðlöguðu margir viðskiptamót sitt að innlendu ferðamönnum, markaðsefni líka og lækkuðu verð til að laða að innlenda ferðamenn. Stjórnvöld kynntu einnig undir áhuga heimamanna að ferðalögum, til dæmis með ferðagjöfinni. Og auðvitað voru tækifæri innlendra ferðamanna til að ferðast erlendis að skorna skammti. En undirtektir Íslendinga við þessu voru mjög góðar og það sem áhugavert að samkvæmt könnun sem Gallup framkvæmdi fyrir Ferðamálastofu í fyrra haust upplifðu lítil fyrirtæki á landsbyggðunum, til dæmis veitingastæðir, mjög gott sumar. Með jafnvel fleiri viðskiptavinum en sumari árið. Það voru fleiri viðskiptavinum 2020 en 2019 sumari. Samkvæmt könnunni upplifðu 25% þeirra veitingastæða á landsbyggðunum sem tóku þátt sumari 2020 sem betra en sumari 2019, en aðeins 8% veitingastæða hér á höfuðborgarsvæðinu. Nú getur maður velt sig upp á því hvað að segja okkur. Af hverju einhver fyrirtæki í þessu árferði að upplifa besta sumar. Kannski það bara að segja okkur að við Íslendingar ferðumst öðruvísi og á aðra staði kannski en erlendir ferðamenn. Árið 2019 hafði starfsfólki ferðaþjónustu fækkað og hélt svo fækkun áfram í ársbyrjun 2020. Hér á myndinni sjáum við á bláu línunni fjölda starfsfólk ferðaþjónustu á hverju mánuði ársins 2020 og við sjáum að í apríl fór starfsfólki í ferðaþjónustu að fækka verulega. Bláu súlunar sýna okkur breytingar í fjölda starfsmanna frá mánuðinum áður árið 2020 og það sést glögglega að mesta fækkunin var í aprílmánuði árið 2020. Uppgangur var í maí til júlí í sumarmánuðina, en svo hélt fækkunin áfram í ágúst og út árið. Frá desember 2019 til desember 2020 fækkaði þeim sem störfuðu í ferðaþjónustu helming, eða frá rúmum 27.000 í desember 2019 til tæp 14.000 í desember 2020. En það sem ég langar að nefna að mikið hefur náttúrulega gengið tilbaka núna þetta árið og sérstaklega í sumarmánuðina. En núna í ágúst þetta ár voru tæp 26.000 starfandi í ferðaþjónustu. En ef við miðum við árið 2019 þá voru þið 33.000. Fjöldi fór lægst í janúar 2021 í tæp 14.000. Þannig að þetta hægt rólega að koma tilbaka. Ekki kemur á óvart að heildarvelta ferðaþjónustunnar hríðféll árið 2020. Á rauðu línunni á efri myndinni má sjá virðisaukaskattsveltu í ferðaþjónustu eftir mánuðum árið 2020 og reyndar eru hérna 2 mánuðir teknir saman úr gögnum Hagstofunnar. Rauða línan sýnir virðisaukaskattsveltu árið 2019. Samdrátturinn árið 2020 nam 59%. Á neðri myndinni má sjá samdrátt í virðisaukaskattsveltu eftir greinu ferðaþjónustunnar. Ekki kemur á óvart að hrun var í veltu í öllum einkennandi greinum ferðaþjónustunnar. Mestur var samdrátturinn hjá ferðaskrifstofum og tengdri þjónustu, en farþegaflutningar og gististæði fylgdu þar fast á eftir. Minnstur var samdrátturinn hjá fyrirtækjum í veitingarekstri, en þó yfir 30%. Þá ætla ég að bjóða kollegum minn, Önnu að segja nokkur orð. Góðan og blessaðan daginn. Ég heiti Anna Guðrún Ragnarsdóttir og ég vann lítinn part af þessari skýrslu og ég ætla að ræða aðeins við ykkur hann. Og ég er hagfræðingur, þannig að þetta er svona aðeins öðruvísi.
Það sem við ætlum að tala fyrst og fremst virðisauki og hagnaður. Ástæðan fyrir því að við tölum þessar stærðir og sérstaklega virðisaukann, að fyrir hagfræðingum og fyrir svona samfélagið heild sinni, að það virðisauki rosalega mikilvægt hugtak. Hann á að vera að mæla þá verðmæta sköpun sem að verða í atvinnugreinum og eða fyrirtækjum. Virðisauki í grunninn, hann bara mældur sem hagnaður og laun. Þetta er allt sem fólk eða fyrirtæki að fá í vasan og þetta geta gert við þess að þau vilja. Þannig að, sem sagt, það er samt summa laun og hagnaðar. Ef við tökum allan virðisauka í öllum atvinnugreinum saman og brúttó virðisauka, að þá kallast það verg landsframleiðsla sem flestir kannast nú við. Á þessari mynd að þá sjáum við þróun þess að verga virðisauka sem bláu línuna. Við erum með laun sem gráa línan. Svo erum við með tvær tegundir af hagnaði, nettó og brúttó munur þarna á milli eru afskriftir. Brúttó hagnaður nettó pluss afskriftirnar og þannig stærri. Ef við horfum aðeins á þessa mynd, þá sjáum við að virðisaukin hefur farið vaxandi frá 2010 og allt til 2018-19. Aftur á móti þá sjáum við að hagnaðurinn fór lækkandi frá 2016. Eins og Íris kom að hér áðan. Og líklega ástæði fyrir því að meðal annars, að minnsta kosti þessi aukna skuldasöfnun sem fyrirtækin voru að leggja í. En þar með sjáum við líka að það sem að ýta undir þessa aukningu í virðisauka ekki hagnaðurinn, allavega mjög litlu leyti, það eru launin. Það eru launin sem að valda því að virðisaukin að vaxa. Og hækkun launa annars vegar má rekja til fjölgunar starfsmanna að einhver leyti sem fylgir því þegar kemur mikil aukning ferðamanna og náttúrulega þarf að bæta við starfsfólki, en það er líka raunlauna hækkun sem er að verða vegna kjarasamninga í samfélaginu. Við tókum sem sagt að þegar við vorum að vinna þessa vinnu sem var nú snemma á þessu ári, að þá vorum við beðin um að skoða þennan virðisauka fyrir árið 2020, þetta er hræðilega ár. Þá var ekki búið að reikna út þessar tölur hjá Hagstofunni, en það er búið að gera það í dag. En við tókum það gögni frá 2010 til 2019 og við spáðum fyrir hvað hefði orðið árið 2020. Og þá má við sjá að við notum alls konar líkön til að gera þetta og notum línulega aðferðsgreiningu og fengum þá út að langflestar af okkar spám voru mjög sammála hver virðisaukin hafi verið í kringum 2020 og það var á bilinu 120 til 132 milljarðar króna í einkennandi greinum ferðaþjónustunnar. Og þetta var bara spáð þar sem við vorum að reikna að virðisauka sér fall að fjölda ferðamanna og það kom í ljós að þetta var mjög góð leið til að spá fyrir og til útskýringamáttur líkananna var yfir 97%. Þessar spár eru svo sérstaklega áhugaverðar og við nýttum þær til að reikna hvað ef COVID hefði ekki verið. Þá ætla ég að útskýra þessa töflu hérna fyrir ykkur. Við byrjum á að skoða verga landsframleiðslu í efstu röðinni fyrir 2019. Þetta er bara gefin út tala eða var gefin út tala hjá Hagstofunni sem reyndar búið að lagfæra sína útreikninga. En svo reiknum við verga landsframleiðslu fyrir 2020 ef COVID hefði ekki verið og við byggðum það á að árið 2019 var komið spá fyrir hagvöxt árið 2020 sem var held í 1,7%. Þannig að við gerum bara ráð fyrir að það veri rétt og reiknum þannig að verga landsframleiðslu og svo hins vegar að þá var birt tala að það hefði verið samdráttur í verga landsframleiðslu 6,6%. Þetta kom frá Hagstofunni. Snemma þessa árið 2021, þá voru við búin að spá fyrir þetta, við erum búin að reikna þetta svo út það bil og þar með fengum við verga landsframleiðslu fyrir árið 2020. Heildar virðisaukin eru við með líka og þá er hann reiknar út á nákvæmlega sama hátt að hann er þekktur árið 2019 og svo metinn eða áætlaður árið 2020 með og án COVID.
munurinn á verðgreidd landsframleiðslu og heildarvirðisauka ástæðan fyrir við erum með þetta hérna er að þegar við vorum að reikna út virðisauka ferðaþjónustunnar að þá er það reiknað sem bara virðisauki. Aftur á móti að verðgreidd landsframleiðsla þá er búið að taka tillit til framleiðslutengdra eða óbeinna skatta og styrkja sem breyta þessum upphæðum að einhverju leyti. Og þar með ákveðum við bara að hafa þetta bæði til að þetta væri nú allt alveg, við værum alltaf að bara birta þetta tölur. Virðisaukinn, hann var svo reiknaður með þessum spálíkunum. Við reiknum virðisauka ferðaþjónustunnar fyrir árið 2019, en við spáðum svo fyrir hvernig hann hefði verið án COVID, að því gefna að það hefði komið 2 milljónir ferðamanna, sem var svona það sem búist var við þetta ár. Og svo með COVID að þá kom eitthvað 478.000 ferðamenn og það var sett forsenda þess. Að þessu gefnu þá getum við reiknað út að með COVID sem sagt að þá var framlag ferðaþjónustunnar 4,6% til verðgreiddrar landsframleiðslu. Aftur á móti ef COVID hefði ekki verið þá hefði þetta framlag verið svipað á ári áður, í kringum 9%. Aftur á móti þá er Hagstofan núna búin að leiðrétta sínar tölur og búin að birta nákvæmari gögn. Og miðað við þeirra breytingu að þá myndi okkar tölur breytast að þetta hlutfall ferðaþjónustunnar með COVID væri nú í kringum 4,3% miðað við okkar spá. Hagstofan hefur hins vegar sjálf birt 3,9% eða 3,9% framlag til verðgreiddrar landsframleiðslu. Þannig að þetta er mjög líkt. Yfirleitt er skekkja í svona spá miklu meiri en þetta. Og þá er Hagstofan að gera ráð fyrir í staðinn fyrir 128 milljörðum að þá sé í kringum 114 milljarðar króna. Aðeins hagnaði. Eins og kom það fram að þá er hagnaður í ferðaþjónustunni verið frekar lítill og við ákveðum að spá fyrir hvernig hann hefði verið árið 2020. Og það er gert bara með alveg sambærilegum hættum í virðisauka nema að það er bara annað fallform í raun. En það er verið að gera ráð fyrir að hagnaður sé fall að fjölda ferðamanna. Það sem var í raun svona hagfræðilega áhugaverð hérna var að okkar einföldu spár gáfu niðurstöður sem voru mjög sambærilegar því sem KPMG hafði spáð fyrr. En við fengum út að nettóhagnaður myndi lækka úr 9 milljörðum króna árið 2019 niður í mínus 57 milljarða. En að brúttóhagnaður sem er ekki sama hugtak en svona sambærilegt við EBITDA-hagnað sem þessi KPMG staði fyrir, fengum við að myndi lækka úr 54 milljörðum niður í mínus 26 milljarða króna. En KPMG hafði spáð fyrir mínus 23 milljarða. Aftur á móti þá ætti þessar tölur að vera aðgengilegar hjá Hagstofunni núna. Þannig að það mætti endilega kanna það og fá það betur á hreint. Örlítið mótvægisaðgerðir en eins og þið vitið að þá stökk hið opinbera til og bauð upp á alls konar úrræði til að styðja við ferðaþjónustu og aðrar greinar á Íslandi á erfiðum tímum COVID. Heildarfjárútlát hins opinbera var í kringum 70 milljarðar árið 2020 út af þessu. Af þessum 70 milljörðum þá fór helmingur til ferðaþjónustunnar. Og hér má sjá hvernig það skiptist eftir einkennandi greinum ferðaþjónustunnar. Og þar má meðal annars sjá að það var rekstur gististaða sem fékk hvað mest í krónum talið, eða tæplega 12 milljarða króna í þessu. En það jafngildir 17% af þessum heildarstuðningi eins og 70 milljarðum. En út af því að atvinnugreinarnar eru mjög misstórar, þá er mikilvægt að hafa þetta í einhvers konar samhengi og þá tókum við þessu hlutfall af annars vegar virðisaukagreinanna og hins vegar veltu þeirra til að reyna að átta okkur á því að stærðin skiptir máli. En þá er hins vegar í raun sömu sögu að segja að það er að rekstur gististaða er ennþá að fá mestan stuðning og kemur ferðaskrifstofur kemur veitingasala og þjónusta á eftir og ferðaskrifstofurnar og farþegaflutningar.
Og þá var þetta hugmyndin með að skoða þetta var að hvort að þessi stuðningur væri nægilegur til að hjálpa þessum fyrirtækjum til að þrauka í gegnum þetta erfiða tímabilin. Upprunalega var náttúrulega áætlað að þetta yrði nú örfáir mánuðir en ekki vel yfir ár. Þannig að það þarf enn frekari rannsóknir. En já, þá held ég að ég hafi ekki meira að segja í bili. Aðeins að taka þetta saman í stuttumáli. Já, nú er þetta. Ég er búin að fóra yfir hérna á þannig að það er nokkuð ljóst að það var erfið rekstrarstaða fyrir árið 2020 og að COVID hafi gríðarlega áhrif á afkomu í ferðaþjónustunni á árinu. Einnig hefur komið fram mikilvægi innlendra ferðamennsku 2020 var mismunandi eftir greinum ferðaþjónustunnar og í raun landshlutum. Og það síðasta sem hún segir hér, hún Anna Guðrún, að þá er nokkuð ljóst að opinbera mótvægisaðgerðir þær hafa nýst ferðaþjónustunni að mörgu leyti. Nú, eins og ég sagði áðan henni í byrjun, þá kom út þessi skýrsla í júlí í ár og er áfangaskýrsla í þessu verkefni. Það sem við gerum svo með þessa skýrslu er að við notum hana sem stökkpall til þess að halda áfram, til þess að fá nákvæmari og betri mynd af áhrifum COVID-krísunar á ferðaþjónustuna. Við höfum verið að taka viðtöl og verið með rýnihópa við rekstraraðila og aðra hagaðila greinarinnar til að fá þessa víðtæku og betri mynd. Af því við ætlum að læra þessu. Mikilvægt verður að teljast að draga fram lærdóm af þessari krísu. Og eins og ég sagði þótt við vonum sjálfsögðu að sams konar krísa mun ekki koma aftur næsta árin. Lokaskýrsla þessa verkefnis kemur síðan út í byrjun árs 2022. En þá hefði ég bara lokið máli mínu við hérna báðar og endilega ef það er eitthvað spurningar þá er hægt að gera það í gegnum Facebookina, eða það ekki, og þið hérna í salnum, ef þið eru með spurningar. Endilega skjóti. Má ég ekki byrja? Já. Hérna, nú þið búin að vinna þessa grunnvinnu í ástlöngu verkefni og búin að draga saman mikið af upplýsingum og samhengi og skiptmáli. Hvernig ætti að vinna sem seinni heimingin að seinni hlutan til þess að svara þessu megin spurningum siglu eða skorti og siglu í ferðaþjónustu og hvernig þetta styrkja? Spurningin sem kom hér úr sal, ef ég skil rétt, að hvernig við ætlum að nota þessi gögn úr þessari skýrslu til að halda áfram í verkefninu. Já, og kannski líka á seinni hlutanum. Hvað nýtti þetta til þess að svara spurningunum, rannsóknarspurningunum? Já, bara inn í loka skýrslunni. Já, við notum, sjálfsögminning hér það, og við notum þessi gögn sem koma hér úr og þær upplýsingar koma hér úr til að kafa dýpra í þá þætti sem eru að koma hér upp á yfirborði. Já, og notum það til að leiðbeina okkur áfram í þessari vinnu. Allir bara svona, heilin alveg á fullu og allt að gerast, mikið upplýsingum. En Eru þið búin að mynda eitthvað skoðun á svona, hvað eru helst akkilesarhælar hjá okkur eða hver eru mestu veikleikarnir í íslensku ferðaþjónustunni? Hver eru mestu veikleikar í íslensku ferðaþjónustunni? Já. Ég veit ekki hvort ég svar, en þú veist, ég vil alltaf tala um hennar þroska. Þú veist, þetta er svo ný grein að mörgu leyti og
og fyrirtæki sem að hafa, kannski eru 15-20 ára gömul í ferðarþjónustunni, hafa gengið í gegnum alls konar sveiflur og kunna, ég veit ekki hvað, kunna kannski að svona bregðast við sveiflum í greininni þrátt fyrir að þessi sveifla hafi verið gríðarleg og enginn geti gert einhvern veginn undirbúið sig fyrir hana. Þá einhvern veginn svona er ég að upplifa í þeim viðtölum sem ég hef tekið að það skipti máli, þessi reynsla, rekstrarreynsla og auðvitað að vera réttu megin við núllu þegar kemur að krísu sem þessari. Að því að ef þú ert röngum með við núllu þegar kemur að krísinni þá fer allsinn orka einhvern veginn að semja og reyna að laga í ömulega árferði, í erfið árferði. En það ert svona réttum megin við núllu þá er, ég ljótt að segja einfaldara kannski, en það er mjög erfitt samt einhvern veginn að keyra fyrirtæki áfram í gegnum. Þú fer ekki eins gott hljóð þegar þú fer kannski í lánastofnunir eða eitthvað slíkt. Eru þið byrjuð í viðtölum? Já. Við erum byrjuð í viðtölum. Orkan og úthaldið orðið Já, aðeins í ferðarþjónustu? hann spyr orkan og úthaldið í ferðarþjónustu og ég get sagt það að það er heilmikil breyta, andleg líkamleg. Þetta kemur aftur og aftur upp í viðtölunum. Þessir 18 mánuðir í COVID-krísu voru taugatrekkingin fyrir alla. Svo opnar landið í maí, frábært, en þá fer allt á fullt og mikið af ferðamennu sækir landið strax heim. En hins vegar er erfitt að manna ferðarþjónustuna og ástæðuna fyrir því kannski margar en sem rekstraraðili í ferðarþjónustu þá ertu ekki kannski tilbúin í þessu óvissu ástandi að ráða starfsfólk í heil starf til frambúðar. Og ef þú ert að ráða til skamms tíma, þá er það kannski ekki eins aðlaðandi fyrir starfsfólk að koma aftur inn í greinina eins og er. Þannig að ég myndi segja svona yfir höfuð í þeim viðtölum sem ég hef tekið að þá er mikil andleg og líkamleg þreyta. Og ég held líka aftur út frá þessu viðtölum að þessi vetur, svona, það eru ekki mörg fyrirtæki sem virðist að fara að hausinn í þessu ástandi eins og er, eða hætt starfsemi. Margir lokuðu, settu í var, en opnuðu aftur. En ég held að þessi vetur muni svolítið skera út það verður svona, ég myndi ekki að segja úrslita vetur, en ég held að það ekki gerist sem í vetur. Við förum að sjá fleiri fyrirtæki sem að hætta starfsemi. En þetta er bara það sem ég held. Sjáum komið ljós, kemur það í ljós. Þá var ég sem að taka bara aðeins við mikrofónunum og ég vil þakka ykkur kærlega báðum tveimur fyrir að koma hérna og kynna fyrir okkur þess að þeir eru komin í þessu verkefni og okkur öllum, líka þeir sem heima sitja, ef maður segir. Við leggjum alltaf áherslu á það að þau eru í miðju kafi í þessu rannsóknarteymi og sem sagt snemma á næsta ári þá fáum við endanlega greiningu. Þannig að núna eru þau að byggja ofan á alla þessa samantekt upplýsingar sem nýtast þeim við að komast að niðurstöðum það sem að verkefni gengur út á, sem er í raun og veru að átta sig á það hver eru veikleikar og styrkleikar ferðaþjónustunnar og auðvitað með það í huga að geta bætt þá ákvörðunartöku og stefnumótun í ferðaþjónustu og kannski einu orðið að geta þá bætt seiglunar þegar eða ef annað stór áfall ríður yfir. Það er auðvitað það sem við erum að vinna að þeirra uppi staðið. Kæra þakkir, þangað til næst, verið bless.